Þórhildur Þorleifsdóttir, þú ert í B-nefnd stjórnlagaráðs. Hvernig er nú andinn í þeirri nefnd? Hann sem betur fer eins og mér sýnist verið stjórnlagaráðinu öllu. Það eru allir mjög meðvitaðir það að við náum ekki árangri nema við höfum umræðurnar opnar og frjálslegar og að við stefnum að sameiginlegu marki. Og það þurfa allir á leiðinni að láta örlítið af þessu eða breyta skoðun á hinu, en markmiðið er að ná niðurstöðu sem við getum kannski ekki hvert og eitt okkur 100% sætt okkur við, en nóg til þess að við getum staðið saman niðurstöðu. Hvernig hefur þetta þá gengið? Eru það að ná sameiginlegu niðurstöðum og eru mikil átök þegar verið að komast að þessum niðurstöðum? Já, þetta er nefnilega, við höfum sem betur fer hefur náðst svo andi hér í stjórnlagaráðinu að vinna í anda sáttar eða konsensus eins og það er kallað á fínu máli og eru þar með að ganga alltaf þvert gegn til dæmis svona hefðbundinni pólitískri umræðu eins og Íslandi, því að þetta er auðvitað stór pólitísk mál sem við erum að ræða hérna. En sem betur fyrir við náðum sátt þetta og því markar það allt starfið að við erum að stefna að sameiginlegu markmiði. Og þetta er svona eins og að byrja á því að þú leggur frá landi og það eru margir sem róa og það eru kannski mismunandi áfangastæði sem fólk hefur í huga og áralagið er kannski ekki alveg samræmt til þess að byrja með, en svo leggjast fleiri og fleiri á árar og smá saman svona eins og yllast þetta í það sem við getum þó sameinast Þetta þýðir ekki það að fólk takist ekki á hluti. Það má heldur ekki verða bara mjálkísulegur að því að maður ætlar að halda sátt, það má ekki vera of átakafælinn. Það kostar oft átök það er ekki samar yfirildi og menn hafa þá rök fyrir sínu máli og þannig tölum við okkur fram til niðurstöðu. Stundum hefur verið að leggja fram 2 valkosti eða stundum hefur fólk að flytja breytingatillögur. Það er alveg eðlilegt og við viljum þá kannski stundum að aðrir í ráðinu fái tækifæri til þess að taka afstöðu til nokkurra hliða hvers máls á sama hátt sem við höfum gert í nefndinni og stundum er þá einhver að reyna að fá sína skoðun í gegn með því að koma með breytingatillögu og fá þar af leiðandi afstöðu annar í ráðinu en svo bara kemur að því að þú færð ekki stuðning við eitthvað sem þér finnst og þá styður þau bara aðra og öfugt. Þetta samstarf hefur gengið vel hingað til, nú eru svona lokafasarnir að hefjast, rúmur mánuður þangað til að þið að leggja fram frumvarpið. Viltu spá eitthvað fyrir framhaldið? Nei, ég held að það haldi bara áfram í svona, nú er náttúrulega komið að svona því að fara að finna hið endanlega orðalag og að áfangaskjalið breytist smá saman í endanlega niðurstöðu, það er að segja endanlega í þeim skilningi sem við skilum. Það er eftir svona mikil handavinna, það er eftir að samræma allan texta, þá eftir að hreinsa texta og kannski rekst eitthvað hvað á annars horn og það á líka eftir að fá álit ýmissa sérfræðinga. Þannig að þetta er svona bróderi og saumaskapur og handavinna sem eftir og ég held að svona þá eru ágreiningsmálin eða álitamálin meir og minna baki og við tekur svona að fínpússa. Og tekst ykkur að skila frumvarpi í lok júlí? Auðvitað tekst okkur það. Það er bara þannig með verk að þú getur alltaf óskaðir lengri tíma en þú setur líka þann hraða á vinnuna sem að hæfir þeim tíma sem þér gefst. Og sjálf hef ég nú oft vitað til þess, ég er leikstjóri og hef náttúrulega iðurlega staðið með gríðarlega stór verk í höndum sem ég vildi gjarnan hafa 6 mánuði til að vinna eða 2 ári sem að lesa einhverjir rússneskir leikstjórar fái. Ég fæ 2 mánuði. Þá bara verð ég að vinna þennan 2 mánuða og þá geri ég það. Ég gæti nota mánuði viðbót 2 mánuði, 3 mánuði og kannski er það betra, en þetta var tími sem var gefinn og þetta þekkjum við í ótal mörgum öðrum verkum að við nýtum þann tíma sem við höfum og komumst þangað sem við komum á þeim tíma og oftast þannig að við skilum sæmilegu dagsverki.